Gott kvöld. Nú verður sagðar fréttir hér við rauðaborðið á Samstöðinni. Ég heiti María Lilja og með mér eru Björn Þorláksson og Sigurjón M. Egilsson. Gott kvöld. Já, gott kvöld. Já, það er kannski stærsta fréttin í þessu öllu saman er að hér er engin ritstjóri. Nei, hann er bara frí í dag. Já. Og við verðum að reyna að dána hans. Hann átti það skilið. Já, hann átti það sannarlega skilið. En já, við kannski bara byrjum á fyrstu frétt. Fyrsta frétt á RÚV í kvöld. Sjálfsvíg algengasta dánarorsök ungs fólks á Íslandi. Þetta er hryllilegt og enn eitt dæmið Ég hlustaði á þetta, bara hérna áðan. Og þannig er það þetta hefur svo sem löngum verið með hjá ungum mönnum. En nú er þetta semst því miður, þá er þetta að gerast það sama hjá ungum konum. Þannig að það er það sem er nýtt. Já, það er kynja hlutfallið er að jafnast. Já, í þessu og svo líka af hverju nú hljótum við bara að fara að skoða hvað er það sem gerir þetta. Er það áhyggjur af einhverju, er skólakerfið erfitt, eða hvað er þetta? Fátækt, fíkn. Já, það er margt sem að auðvitað spilar inn í. Það hefur verið talað einmitt að þetta sé merki efnahagsþrengingar oft. Þetta eru áhyggjur af samskiptamiðlum, vilja margir halda fram. Það sé svona nýr þáttur í áhyggjum ungmenna. Við sem eigum ungt fólk, unglinga og já, við náttúrulega þekkjum vel þetta áreiti og þannig endalausa samanburð og það er allt vaktað með þess að nóttin, hún er ekki hvíld vegna þess að það getur einhver verið að taka þig eða eitthvað skilurðu, þannig að Evrópusambandið hefur lýst ungu geðvanda eða óhamingju ungra einstaklinga sem einni stærstu áskorun samtímans og þannig er ég bara að tala um ungt fólk en ég veit það ekki, það er erfitt að vera til. Það er sannarlega erfitt. Og við höfum aldrei tekið þetta mál eins föstum tökum eins og mjög margir vilja. Það er stundum til þjóðarátaks sem stendur yfir í eitt kvöld og safna peningum og svoleiðis. En þetta er fjöldin 40 mann sem svipta þessi líf á hverju ári. Þetta er hræðilegt, Já, og það er af því að nú kemur þetta. Nú er þetta ekki bara ungir menn sem eru þarna, þetta sjálfgengist að dánarorsök hjá þeim, heldur líka ungum konum og þetta bara kallar á það að verði gert eitthvað í þessum vanda. Það þurfi ekki bara að laga vegi og flugvelli eitthvað, en líka laga fólk. Andlegar vegalagnir, þær eru ekki síður mikilvægar. Það var mjög ljóðrænt, Björn, andlegar vegalagnir. Þakka þér fyrir, María Lilja. En það er svo sem í margt að gerast sem er ekki fallegt í heiminum. Það ástand á Gaza er þar meðal. Ég held að sé óhætt að segja að þarna fari fram hrikalegasti atburður bara aldarinnar. Allavega það. Tíma sem ég hef verið til, Einmitt. Og við kannski fáum að sjá hérna að þetta er Al Jazeera sem segir frá þessu að þeir segja pömmel sem er í rauninni bara ryðja úr vegi íbúðahverfum drepa 69 manns. Við höfum aðeins rætt þetta hérna ástæðan fyrir því að tala er svona há svona hvern einasta sólarhring núna er vegna þess að fólk eru svo veikburða. Og það hafa og við höfum líka talað það hér að það eru alltaf fleiri og fleiri að bætast við svona í vöruldinni sem að fordæma þetta og það maður finnur svona hægt og rólega að myndast þrýstingur og það vonandi verður til einhvers ég við fáum kannski næstu frétt af Gaza þá vakti þetta mikla athygli. Þetta eru sem sagt bíómynd sem að gerð var litlu stúlkuna Hind Rajab sem að var drepin í sjúkrabílnum. Ég held hún hafi verið skotin í kroppin 96 sinnum. Hún hringir í
flutningafólk, neyðarlínuna og samtalið við hana eitthvað svona sem að brenni gat á sálina á manni held ég þegar hún að segja konunni sem á hinni línunni að það séu allir dánir í kringum hana og hún þori ekki að opna munnin mikið því að þá spýtist úr henni blóð og hún vill ekki að mamma hennar þurfi að þrífa peysun hennar og þetta svona þetta svo skelfilegt en það einhver einstaklingur sem hefur farið af stað og búin að gera bíómynd þetta tiltekna atvik og í gær var hún sýnd á Tvíæringi og hún setti þar met því að lófatakið að lokinni myndinni voru 22 mínútur. Já, það sem að fólk stóð og klappaði. Og oft eru það einhverju svona örlaga áhrifavaldar, kallast þeir. Oft það eitthvað fólk sem að verður fyrir áhrifum af listrænni sköpun sem að fer að halda á kyndlinum og gæti haft eitthvað meira að segja umfram það sem að nú þegar er. Já, en þetta hefur ekki verið laust við gagnrýni, þessi mynd og þetta framtak þessara einstaklinga og það hafa nú svona margir bent á það sé eitthvað óþægilegt við það að fólk sitji inn í bíósal og borði popp yfir hörmulegum atburðum sem eru ennþá að eiga sér stað. Þetta uppgjörið ekki búið og þetta raunveruleiki ansi margra en raunveruleiki okkar hérna á Vesturlundum að svona borða popp og fara á fína tvíæringa einhvern veginn yfir þessum harmi. Þetta gagnrýni sem að mínum að þetta rétt beitt. Það mörg siðferðislega álitamál. Þetta ekki, mér finnst bara allt við, ekki bara þess að kvikmynd, ég veit ekki hvort ég myndi hafa gefið mér að fara að sjá svona myndi. Eins og þú segir með popp og kók í lúxusæti, það bara spurning, en það sem sjáum bara heima, núna verið að nota hungur sem vopn. Það verið að svelta 20.000, 100.000 manns til að þau degi. Þetta alveg ekki hryllingur. Þetta hryllingur, en ég meira frá Gaza. Heimildin segir frá fundi sem haldinn verður núna á laugardaginn. Hann verður víða land á Austurvelli klukkan 14. Það 5 aðrir staðir, eða ekki? Jú, 5 aðrir staðir. Það Húsavík, það Akureyri, Ísafjörður, það einhverju fleiri. Það hægt að, ég man ekki nákvæmlega, en þetta eru svona þessir helstu sem að ég man eftir. En þetta rosalegt átak að virðist. Það eru hundruðir félagasamtaka sem hafa skráð sig á lista og ætla að taka þátt í þessu fullum fötum. Og það vakti athygli mína að félag lögreglumanna þar á meðal. Lögreglan þetta partur af þjóðinni, þessi fundur ber heitið þjóð gegn þjóðarmorði, en það kann kannski að koma einhverjum svona spónst fyrir sjónir að lögreglan ætli núna að fara að beita sér í ganga mótmælagöngu fyrir Palestínu þegar hún hefur gengið kannski ansi hart fram gagnvart fólki sem mótmælir fyrir Palestínu. Kannski þetta þeirra yfirbót. Kannski. Og eins... Það getur ekki tekið réttin allum hinum til að... Nei, alls ekki. Ég held að við þurfum að horfa á þetta. Þetta það alls konar núansar í þessu. En ég held að það sem að mestu máli skiptir þetta, þannig þjóðin að koma saman. Ólíkir hópar og allt fólk þjóðin. Og ég hvet öll til þess að koma á Austurvöll núna á laugardaginn bara. Ég sé, þið ætlaðu að mæta það ekki? Jú. En Samstöðin verður þar. Já, en ekki að segja ríkisstjórnin með í þessu? Ekki? Nei. Ekki, Nei, þetta í rauninni þjóðin að þrýsta á stjórnvöld að gera meira. Og þess vegna einmitt áhugavert að sjá lögregluna. Það reyndar, ég tók eftir því í dag að Ljósmæðrafélag Íslands, Hjúkrunafræðifélag Íslands, þessi 2 félag hafa ekki vilja
taka þátt Og opinberlega. hafa sætt gagnrýni. Og fyrir einmitt, þeirra rök eru þau að það er hreinlega bara í lögum félagsins að beita sér ekki með pólitískum hætti. En Það er ekki í lögum að vera maður, en við þurfum samt að vera menn og manneskjur. Ekki satt? já, Jú. En þannig eitthvað sem að hvað fórsendur þetta er ákveðið viti við ekkert og hvenær þetta var Nei. samþykkt og svona við vitum það bara í sko, en þetta er gott fólk sem að allir munu sakna þess að það verði ekki á Austurvelli. En sammálaðið er María Lilja, það er hressandi að heyra af þessum lögregluna. já, það er það er bæði hressandi og vonandi erum við að sjá þarna lögreglan taka bara einhverja nýja stefnu. Ég meina þetta er auðvitað, lögreglan er ég sá aðili sem að kannski beitir mestri hörku þegar kemur að hælisleitendum frá Palestínu. Þannig að það er, eins og ég segi, það er alls konar fletir á þessu. En það er einstaklings svona og mennskan eða svona samfélagslega átakið sem að kannski mestu máli skiptir í þessu. Sem er mikill kraftur sko. Sem er mikill kraftur. Já, ef að koma sko eitthvað 10.000 aða, það er mikill kraftur og mikið afl. Ég er með eina frétt frá Al-Arabi. Já, hún er svolítið góð. Já, þetta er sem sagt frétt já, skiljið ekki arabískuna? Já, ég veit að þú gerir það. Já, nei, ekki alveg, en ég get sagt ykkur það, þessi frétt er að sonur Nelson Mandela, hann er einn af þeim sem ætlar að fara núna í hundruðum svona báta og sigla til Gaza. Freedom Flotilla kallast þetta fyrirbæri, Greta Thunberg er þar á meðal og ég held að við séum með mynd af honum mér þess að já, þarna er hann ferðbúinn en hann talar þetta að og hann segir að Gaza sé jafnvel verra heldur en Suður-Afrika sem að hann hans heimaland og þetta barnabarn Mandela sem að var hryðjuverkamaður bara þangað til hvað, var það ekki bara 90 hvað? Já, aðskilnaðarstefnum þar. Já. Og hann er þá heiðrar afa sín með þessu. Hann gerir það sannlega. Við tölum það að sko fólk og fyrirmenni allan heim svona keppast svo litið við að fordæma það sem er í gangi og eru farin að ganga svona skrefinu lengra og í Politico þá kemur Ribera sem er einn af fulltrúum Evrópusambands, hún er háttsett, ég man nú ekki hvað titil hún ber, en hún talar þetta að þetta sé þjóðarmorð og þarna erum við bara hreinlega komin í það að fulltrúar Evrópusambandsins, háttsettir, eru farnir að tala með þessum hætti. Okkar eigin fulltrúar, kannski ennþá að slá fyrirvaran. Já, og sorglegt að þeir sem að fyrir valdatíð í ríkisstjórninni, ég ætla ekki að nefna nöfn sem notuðu stærri orð áður en þeir fóru í ríkisstjórnina, reyna mikið að þetta. En þetta er svo sem ekkert, maður ég hef ekki samúð með ráðamönnum sem verður sykurhúða veruleikan. Nei. Það voru mikil svísir, sko. Þarna er einhver hátsettur búin að segja þetta. Akkurat. Þá koma aðrir eftir. Akkurat. Það er alveg viss. Og við hefum verið að tala þetta einmitt Sigrún síðan í sumar að við fundum þetta svona aðeins byrja þarna í júlí þegar við byrjuðum með fréttirnar. Þá tókum við svona aðeins eftir því að það var komin svona einhver lína. Það voru þreifingar. Við erum komin langt frá þeim stað í rauninni. Þau hafa, þeim hefur farið fram í umræðunum þjóðarmorð, svo mætti segja, þessum leiðtogum sem að keppast nú við að fordæma þessa atburði. Þeir eru í Sýrenu núna, Sigurjón. Ef við hefðum nú verið að vinna á fréttablaðinu, heldur það hefði ekki einn úr þessu herbyggi þotið núna, ég veit ekki hvort þetta lekur inn í mækana, en stórt útkall hjá brunaliðinu. Já, mér heyrist það, slökkviliðinu. Og þannig að, ég bara að rifjast upp gömul tíð. Sveinn heitir Þormórsson, hann var ljósmyndari með talstöðnar allar í vasunum og hann var á löggur ásinni.
Herðu Dagur B, hann skrifaði grein Gaza, hann talar stóraukinn þrýsting vegna Gaza, hann talar að alþjóðasamfélagið þurfa að gera meira. Einhver geti sagt, Dagur, ertu ekki í ríkisstjórn eða svona, með það ekki þín flokkur? En ef ekki aðrir getur verið jákvæðir eins og við í dag. Já, ef ekki gefa honum prik fyrir að nýta sér frelsi sitt að vera ekki ráðherra. Akkurat. Til þess að ganga aðeins lengra. Heldur en fólkið við hliðina á honum. Og hann hefur nú verið nokkuð skörulegur. Hann hefur verið að stíga fast til jarðar í ekki bara þessu máli. Eftir að ræða annar mál á eftir. Já, ég alltaf með svolítið soft spot fyrir honum degi. Er ekki bara hárið? Já, það er kannski það. En það kannski, mér hefur þótt hann óhræddur við að taka afstöðu með mannréttindum og hann gerði það bæði í borginni og hann er læknir. Maðurinn er læknir, þetta er honum svona inn við bein, bara alveg. Hann er verið sinni Hippókrates reið. En hann var nú líka í fréttum DVF reyndar, DVF segir frá því að sauð upp úr á bítinu, þar sem hann mætti Sigríði Andersen í morgun. Sigríður Andersen, já, hún var örg út í hann, þarna voru þau að ræða málana að þeir virðist, Snorra Másson og transfólk, orðræðu hans og hvort hún hefði áhrif og þar fram eftir göttunum Sigríði Andersen fannst Dagur beita þöggunar tilburðum. Ég alltaf svolítið erfitt með þegar fólk talar að það sé beitt þöggunum í beinni útsendingu eða í fjölmiðlum. Ég hef svolítið tekið eftir þessu í dag. Það er miðflokkurinn og svona, þeirra fylgdarfólk, það hefur talað svolítið þetta. Við séum búin að vinstri sé að þagga. Orðið þöggun kemur fyrir í yfirlýsingu Snorra í dag. Akkurat. Sigríður Andersen hefur náttúrulega gengið hvað lengst í stuðningi við sjónarmið Snorra. Þannig að kannski var óhjákvæmilegt að það siði upp úr þegar Dagur og Sigríður mætast í morgun. Já. Þorsteinn Sæmundsson varaþingmaður, hann var hjá mér í reynsluboltanum í gærkvöldi og hann vill meina það sé meira ónæði að vera miðflokksmaður heldur en trans. Já, hann heldur það. Já, hann heldur það, já. Er hann þó að vísa í þessa skoðanakönnun sem að Sigríður Andersen gróf upp 2 ára gömlu könnun? Það sem að talaði hvern hefur ímugust á eða eitthvað, svona var spurningin. Valdamiklir hvítir kallar að væla undan því að það sé einhverja afleiðingar að þeir séu að hamast í minnihlutahópum sem telur kannski inn af 1% eða eitthvað svoleiðis og er erfitt með að verja sig. Akkurat. Það er alveg sama hvað þeir segja. Það er alveg sama hvað þeir segja. Þeir fá enga samúð frá fólki svona nema þá í einhverjum svona populískum skamtíma. En Snorri vildi meina það í yfirlýsingu sinni í dag, einmitt Snorri tjáir sig, hann beið í sólarhring með að tjá sig. Hann kann þetta Já. Það þarf að tímasetja viðbragðið. Já, hann tjá sig og það er auðvitað sagt frá því líka í dag að það var lögregluvakt við heimilið hans. Já, það er ljótt. Já, það er Ég er reyndar með smá innsýn sem að ég held að hafi ekki verið sagt frá hvað varðar þessa hótun. Þetta er náttúrulega búið að dynja á okkur í allan dag að lögreglan hafi bara vaktað heimili hans sem er náttúrulega hræðilegt. Hótanir eru hræðilegar og við fordæmum allt ofbeldi. En hún segir hún Tókla í Sæmundsdóttir sem var nú á skjánum hjá okkur áðan, sem er hjá Barnaheill, að segir semst þetta í ummælum á Facebook, á internetinu. Byrjar á að segja að þessi gott dæmi það hvernig við getum kennt ábyrga hegðun á internetinu, áminning til ungmenn á samfélagsmiðlum að svona grín sé aldrei fyndið eða réttlætanlegt, sama hversu reið þau eru eða hver á hlut. Hún er semst að tala hótunina. Best væri að fullorðna fólkið myndi leiða með betra fordæmi. Svo segir hún, og mér finnst að þetta kunna hafa einhverja þýðingu, en þetta er allt samt óstaðfest, þetta er bara hennar rödd. Það má líka nefna að ungmennið sem setti inn þennan post, og er þá að tala þessa hótun, eyddi honum
og sett inn afsökunarpóst áður en að fréttir af þessu birtust. Þannig að mér finnst alveg að það megi nefna þetta í þessu samhengi. Já, ég hjartanlega sammála og það þetta ekki alveg sama hver einhverjir hafa nú bent á það í dag að það ansi margir sem að hafa setið undir alls konar ásökunum og svona ofbeldi í gegnum netið. Helgi Seljan var einn af þeir sem að tjáði sig í dag. Ég veit ekki hvort að við erum með skjáskotið af honum, Helga. En Helga finnst frábært. Nei. Helga finnst frábært að lögreglan hafi brugðist við, hafi tekið hótunum alvarlega og hafi vaktað heimilið. En hann kallar þá kannski bara eftir því að eitt muni yfir alla ganga. Hann gerir það. Hann segir það algjörlega óásættanlegt og ógeðfellt að fólki sé hótað og heimilið þeirra séu mögulega ekki örugg. Gildir einu hvern ræðir. Og það að samanskapi gleðilegt að sjá að lögreglan skuli loksins hafa tekið upp virt viðbragð og aðgerðir til varna þeim sem verða fyrir áreiti, hótunum eða umsátri líf sitt. Allir þeir einstaklingar og allar þær fjölskyldur sem hafa glímt við áralangt umsáturseinelti og ónæði eldirhella og kvartað hafa réttilega undan skorti á viðbragði og stuðningi yfirvalda geta því væntanlega andað léttar og ég án þess að ég viti hvaðan Helgi var nákvæmlega að tala þá grunar mig að hann sé nú kannski að vísa svolítið til sinnar eigin reynslu. Já, ég tók náttúrulega viðtal við hann í Besti vinur aðal þar sem hann lýsir því ofbeldi þeim hryllingi, þeim umsátri sem að hans heimili var fyrir og bara allt persónulíf fjölskyldunar var lagt í rúst. Lögreglan sinnti því... Var ekki skæruliða dildin? Jú, lögreglan sinnti því ekkert eða sáralítið. Einmitt. Já, þetta er áhugavert. Já, hérna fáum við Snorra sem að rífur, ég tók þetta nú bara svona með að því að Snorri rífur þögnina, fannst mér kannski svolítið kómist að því að þögnin hafði nú ekki verið þrúgandi. En það voru fréttir... Já, einhverju fannst þetta, veit. Já, það voru kvöldfréttir á Sýn, þar sagt frá mannesku sem eru ofsótt af eldirhelli sem enn gengur laus og mér fannst einhvern veginn svona svolítið viðeigandi að setja þetta saman. Ert þú ekki einmitt með við rauðaborðið í kvöld á samstöðinni með efni sem ekkert alveg óskilt þessu? Mikið rétt. Ég fæ hérna bara strax eftir fréttir til mín konu. Sæunn Marinósdóttir, hún kemur hingað og hún lýsir reynslu sinni af fjárhagslegu ofbeldi. Þetta er svona óþekktari ángi heimilisofbeldis og hún skilur við mann sem að notar svona banka og stofnanir innheimtu fyrirtæki til þess að hrellana hreinlega og kippa undan henni fjárhagslegu öryggi eftir skilnað og enn að og hún ætlar að segja okkur frá reynslu sinni og við ætlum aðeins að ræða einmitt þetta. Mikið höfður ekki hjá hann að stíga fram. Virkilega og ég bara... Kannski síðasta ráði sem hún á, þessa konan. Einmitt. Það er bara að kveljast í áraraðir eða? Maður heyrir stundum á svona málum en það ekkert margir sem vilja tjá sig Nei, og ég Mikil þörf á því. Ég reikna með því að við eftir að fá að heyra fleiri svona mál, jafnvel. Það það sem við erum að tala sko, að sá sem er dæmdur í nálgunarbann, það má ekki nálgast ákveð hús, að þeir eiga bara að vera með þessu ökklabönd. Já, það með ökklaböndin einmitt. Þá bara hægt að kemur bara það er einhver stemning að myndast fyrir því, það ekki? Inn í ríkisstjórninni hjá dómsmálaráðherra. Ekki bara nokkrir dagar sem var eitthvað verið að tala að það gæti farið svo? Jú, mikið rétt, það bara var í gær. Við rættum það aðeins við borðið. Ég var einmitt ekki alveg búin að gera upp hugminn hvað var það ökklaböndin. Mér finnst eitthvað
Já, ég veit ekki, ég svo mótfallin öllu svona, öllum refsingum, svona íþyngjandi refsingum. Það er bara að hlífa öðru fólki, sko. Já. Það er allt í lagi séð að öndurum meiði. Já, það má sannarlega. Það má. Já. En þetta eins og fólk bara varnarlaust og oftast þetta náttúrulega konur. Já, þetta það og sko, eins og staðan í dag, þá hefur verið bara mjög erfitt fyrir þolendur umsátturs eineltis og ofbeldis að fá nálgunarbann. Það svona fyrir það fyrsta. Þegar að nálgunarbann loksins gengið í gegn, þá kannski komin jafnvel áratugur af sko hryllilegu ofbeldi í sko hótunum og ógnunum og eins og lögin eru í dag, þá það þannig að einstaklingur getur gengið fram með þeim hætti, hrellt aðra mannesku og setið hana án þess að nokkuð yfirvöld grípi inn í. Í þessu máli er ekki þannig að hann hefur oft brotið nálgunarbannið og hvað á að gera? Láta hann bara áfram brjóta nálgunarbannið. Honum alveg samið það, hvaða dóm hann fær. Hann bara hrella þessa konu. Já. Hvað gerir maður við svona einstaklinga? Hún verður að fá frið. Já. Þetta snýst það. Ekki ofbeldismaðurinn má ekki fara sínu fram bara. Getur hún ekki fengið lögreglu fyrir utan hér, sérsveitamann, svona eins og Snorri? Já, sem ekki á Snorra. Það hefur nú löngum verið rætt kynbundinn mun í þessum efnum. Og auðvitað erum við ekki enn komin á neitt jafnréttispunkt, Sigurjón. Nei, svo mikið víst. Verður þetta fyrsta efnið hjá okkur núna eftir? Já, við ætlum að ræða aðeins einmitt heimilisofbeldi. Eins og segi, bara rétt eftir fréttir, þá fæ ég til mín konu sem segir okkur frá fjárhagslegu heimilisofbeldi. En við, það var eitthvað líf og fjör á Kristrúnu Frosta, einmitt hristi upp í hlutunum. Já, hún svona heldur áfram að tala eins og bara businessmanneskja, eins og hún kemur úr banka og lausnin liggur í business, hún liggur í rekstri, hún er að merkja sig mjög sterkt sem svona viðskipta forsætisráðherra og kannski er það bara fínt. Ég veit ekki. Ég. Nei, þetta tengist þessu fundi sem haldinn var í morgun, þar sem hún kynnti í rauninni svona tillögur atvinnustefnu. Það sem vakti athygli mína kannski var, ég tók skjáskot sérstaklega hún kynnir þetta fólk til sögunar, meðal annars Nanna Búle sem er ráðgjafi hjá Goldman Sachs og stjórnarmaður hjá Novo Nordisk og Carbfix. Og hún verður ásamt fleirum, Gylfa Zoëga, aðstoð, eða varaforseta, hvað er það? Ekki forseta, heldur framkvæmdastjóra Actavis, verða í einhvers konar atvinnustefnuráði og þetta verður fólki sem á svona móta framtíðina í atvinnustefnu. Og hún talar það, Kristrúna, hún vilji ekki, hún sé að breyta til, þetta verði ekki skipað einn úr háskólanum, einn úr þarna og einn úr Borgarhrauni 35, það ekki núna? Ekki þannig, heldur, og hún gerir þetta vegna þess að hún segist ekki vilja lobbyista. Einhverjir á vefnum vildu meina að þetta væri sannarlega það fólk sem að vinnur í æðstu stjórnum fyrirtækja, það að 2 lyfjarisar. En já, það er ómögulegt að segja hvað. Danska módelið kannski. Nei, ég veit það ekki. Þetta er hún er náttúrulega líka mikil alþjóðamanneskja og það getur vel verið að sé allt saman bara frábært. Látum móta reyna. Já, ég meina. Áður fyrir maður gagnrýni þetta. Þetta er að hólfa svolítið þannig að flokkafólksins talar við þá sem að eiga aðeins bágt og Kristrún talar við þá sem eru frá miðju og hafa það svolítið gott. Eiga minna bágt. Og sömu gott. Og svo kemur Þorgerður Katrín og hún er þarna fyrst og fremst í heildarsamhenginu og alþjóðamálunum. Þetta er verkaskipting á ríkisstjórninni. Það er eitthvað plan hjá ríkisstjórninni. Já. Við getum allavega að gefa það, er ekki? Já. Þú ert hrifin af þeim? Nei.
Ég er ekki hrifinn af því. Nei. Nei, Ég er ekki sko, hrifinn af einni einustu ríkisstjórn. Nei. Þess að þegar við vinnum þetta jobb, við erum blaðamenn, þá verðum við alltaf að vera Svo. í hérna ég hef eiginlega skoðun, Aðhaldi. ég er á móti. Bara myndi það, ég hef eiginlega skoðun, ég er á móti. Ég Já, efast einmitt. alltaf. Sko. Alltaf efast, einmitt. Jónas Kristjánsson, þegar hann var að svona, þegar ég var nýlegu blaðamaður í honum, þá sagði hann með meinu sinni, Sigurjón, ef mamma þín segir við þig, ég elska þig, hugsa aðeins en það skiptir engu máli sko hver ríkisstjórnin það skiptir ekki máli hvernig hún er mönnuð. Blaðamenn eiga alltaf að sýna stjórnvöldum aðhald og reyna að finna veikasta blettin og segja frá honum. En ég hérna verður að segja, sko, mér finnst ásýndin á þessari ríkisstjórn mikið svona fínni heldur en þessum Bjarna og Sigur Inga og því. Hinn og þríhöfða þursi. Ja, og Sem var. svona, mér finnst það svona, þetta eru mikla breytingar sem við erum að verða vitni að og alveg sákvæmt að við erum hreyfin að ríkisstjórnin ekki, það bara vonandi gengur eins sem best, en þetta er allt annað. Má kannski skjóta þið inni að ég ræði við Sigurjón Þórðarsson við rauðaborðið í kvöld. Já. Þingmann Flokks fólksins. Já, en þú ert ekki hrifin af stjórnarandstöðunni, er það, Björn? Er ég ekki hrifinn af stjórnarandstöðunni? Nei, Sko, ég er svo sem ekki einn það að vera svolítið hissa á stjórnarandstöðunni. Utanríkispólitíkinni. Utanríkispólitíkinni. Erum við með einhverja mynd, kannski einhverja fyrirsögn Nei, þarna kom hún Kristrún Frostadóttir eftir. Hlaupið við þessa ef það er hægt. Já. þetta er bara við. Nei. En hérna, þannig er sem sagt mál með vexti að hér átti að koma upp fyrirsögn. Já. Við erum í einhverjum smá tækni Það er smá. vandræðum sem að Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, hann skrifaði grein í DFF í dag utanríkispólitík stjórnar andstöðunar. Og þetta er rosaleg rassskelling. Hann það vill nú svo vel til að ég var búinn að setja niður einhverja punkta hérna á blað. Hann er að tala sko, hann Þorsteinn, að það hafi mikið verið fjallað nei, það er ekki hann sem talar það, en við vitum öll að það hefur svona verið svo stemning núna síðustu árin að Sjálfstæðisflokkurinn hafi einangrað sig svolítið. Og Þorsteinn segir að utanríkispólitíkin hafi beinni og meiri áhrif á haga heimila en nokkru sinni áður og Bandaríkin komin á hvolf, við vitum það að þau eru augljóslega traustur bandamaður og þá vitum við á hvaða leið hann Þorsteinn. Honum finnst algjörlega eins og hann skrifar hérna fáránlegt að stjórnarandstöðuflokkarnir að afstaða þeirra til utanríkismála sé svo að þeir hafi farið að finna að því að íslensk stjórnvöld væru að hitta fólk frá ESB, hvað þá meira. Og mér finnst þetta fá aukið vægi vegna þess að í gær þá kannski heyrðu því Vilhjálmi Bjarnasyni fyrrum þingmanni og hvernig hann dró upp bara dágóðan skerf af óhreina þvottinum í sögu Sjálfstæðisflokksins á þeim tíma sem hann þarna. Talar það að menningarlega sé flokkurinn, þarna fáum við Villa, að flokkurinn sé orðinn óþekkjanlegur, menningarlega hafa hann rakað rosalega, einangrunarstefnan og það að vilja ekki taka þátt í alþjóðlegu samtali, stórskaðan. Hann nefndi sem dæmi, Vilhjálmur, að hann var eitthvað tregur til að skrifa undir eða styðja frumvarp sem að hefði gert einkaaðilum kleift að selja áfengi. Það smámál, það dugði til þess að hann var persóna non grata. Og mér finnst að þegar þú sér þingmann Sjálfstæðisflokksins fyrrverandi segja þetta í gærkvöldi, Þorsteinn Pálsson skrifa með þeim hætti sem hann gerir og alltaf fleiri og fleiri, þá held ég af því að þú spurðir hvort ég væri hrifinn af stjórnarandstöðuflokkunum. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé í gríðarlegri kreppu, ekki síður en Framsóknarflokkurinn, en Miðflokkurinn í skipstjórasætinu. Er í skipstjórasætinu.
í stjórnarandstöðinni. Hvað segir það okkur þegar við erum með þessa stjórnarandstöðu? Svandís Svavarsdóttir talaði um það helgina að það vantaði aðhald frá vinstri og við værum í rauninni með miðjuflokkana og svo værum við með hægri flokkana sem að veittu bara aðhald til hægri. Þannig að í rauninni væru við að færast lengra og lengra til hægri þar sem að hvatningin inn á þinginu þetta bara til að ganga lengra í þeim málum sem að... Það einhver menning í öllum þessum þremur flokkum að taka ekki þátt í umheiminum og það hún sem að grafa svo rosalega undan þeim. Þetta svo mikil tímaskekkja. Þarna kemur greinin? Já, þarna kemur myndin. Hugsið ykkur þegar viðskiptablaðið í gær ræðst á Ólaf Adolfsson, nýjan þingflokksformann og sakar hann að afvopna eigin flokk, afvopna Sjálfstæðisflokkinn með því einu að Ólafur Adolfsson, nýr þingflokksformaður, hann ekkert rosalega hrifinn af því að dagarnir og næturnar fari allir í málþóf. Hvernig maður lesi í þetta? Maður les það að samvinna þegar umræðir Sjálfstæðisflokkinn nú orðið sama og uppgjöf. Og þetta endurspeglast í utanríkismálapólitíkinni, alþjóðaviðhorfunum og öllum samningunum sem að þeir eru núna að vinna gegn, en áttu sjálfur stærstan þátt í að koma á því að eins og Vilhjálmur nefndi í gær, Sjálfstæðismenn þeir greiddu götuna á sínu tíma. Sko ég þekki á báða, Vilhjálm og Þorstein, og þeir tala báðir þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið leiðandi í öllum svona stórum málum utanríkismálapólitík. Má alveg til sanns vega færa með ákveðnum hætti. Og af hverju hann komin inn í þennan bunker núna? Já, það náttúrulega, Evrópusinnarnir eru farnir. Já. Út af flokknum. Já. Ætlaðir bara að skreppa saman í 5%? Það sýnir mér. Nei, kannski ekki 5%, en þeir eru alltaf að skreppa saman. Já, en íslenska þjóðin ekki lengur með þeim. Við neyðumst öll til að taka þátt í þessu alþjóðlega kapplaupi eða samkeppni. Alþjóðasamningar eru það sem keyrir áfram íslenska efnahagskerfi. Og komið ný forusta í Sjálfstæðisflokkinn, fólk á besta aldri og ætti að vera víðsýndur, tekkir vel til í umheiminum. Tryggðin við ólígarkana í sjávarútveginum bara nær hún út yfir gröf og dauða? Hún það sem það snýst mest um? Maður spyr. Þú kaust einhvern tíma Sjálfstæðisflokkinn, það ekki? Þú kaust einhvern tíma Sjálfstæðisflokkinn, það ekki? Nei, ég í honum. Þú ert í honum? Þegar ég hætti með sprengisend á bylginni þá gekk ég í fjórflokkinn. Helt upp á það með því að gangi í fjórflokki. En ég veist þetta áhugaverð greining hjá Þorsteini, áhugavert spjall við Vilhjálm í gærkvöld og það áhugaverði tímar. Já, það eru sannlega áhugaverði tímar í utanríkismálum. Sérstaklega það auðvitað, ég fór ekki fram hjá neinum að leiðtogar úr Evrópu og hafa verið að funda með Úkraínu forseta Zelenský. Í dag þá greinir hann Frakklands forseti. Hann greinir frá því að 26 Evrópuríki hafi sett sig á lista yfir þjóðir sem eru tilbúin til að senda hermenn til Úkraínu. Vitum við hvaða þjóðir það eru? Nei, það hefur ekki komið fram. En þetta spurning sem að mér þykir vert að spyrja. Nú þarf að þrýsta á. Mér þykir þetta svona sérstaklega óhuggulegt í ljósi þess að Kristrún Frostadóttir sagði í gær að við ætlum að stíga fast til jarðar og hún talaði upp svolítið hernað og annað. Nú veit ég ekki hvort hún sér fyrir sér að senda Íslendinga til Úkraínu í hernað, að drepa Rússa. Við eigum ekki hermenn. Nei. Það nú ekki líklegt, María Lilja. Nei, en hún ætlar allavega að bæta í, en það breytir því ekki að það eru 26 þjóðir í Evrópu sem ætla að senda herafla til Úkraínu. Ég myndi nú segja að þetta væri algjör fásinna. Þarna verið að lengja í stríðinu frekar og nú Evrópa auðvitað tekin yfir sem helsti svona bakhjarl Úkraínu í þessu stríði eftir að Bandaríkin hafa lagt þetta svolítið. Já, en svo Trump eitthvað að tala að senda hermenn eða herrkokk til Póllands. Hann svo óútreiknanlegur, getur sagt eitthvað allt annað á morgun. Já, það mikið rétt.
Herðu, það ýmislegt annað. Heimildin sagði frá því í frétt, Sanna Magdalena, hún fekk óvæntan stuðning svona frá stuðningsfólki sínu sem að ég skrifaði opið bréf, það voru Laufey Líndal og Sara Steff sem að þær bara hvöttu fólk til þess að lýsa yfir stuðningi við Sönnu Magdalenu til þess að samina svolítið fólki á vinstri væng. Það var félag á Norðurlandi sem Norðaustur mitt. Fnjóskdælingar. Já, akkurat, sem að lýstu vantrausti á Sönnu. Það eru svona að bregðast við. Það virðist vera, það séu einhverjar væringar svona sósíalista aftur. Sanna þetta var hér í viðtali, hún óskaði og kallaði hreinlega eftir því að það yrði haldin auka aðalfundur og auka aðalfundur já og það svona stemningin á internetinu gefur kannski ekki beint til kynna að nýja stjórnin ætli að boða til fundar en það allavega víst að Sanna hefur mikinn stuðning og þegar ég talaði við Söru hérna á ganginum áðan sem nú að undirbúa skiltagerð hérna í vorstjórninni fyrir mótmælin á laugardaginn þá sagði hún að það væru 300 manns búnir að skrá sig á þennan lista. Til stuðning Sönnu. Já, sem vel, okkur þykir vænt Sönnu. Ég held að það sé nú svona svolítið þvert og flokka. Mest spennandi finnst mér í hvort að vera stofnað nýr flokkur eða ekki. Maður velti fyrir sér vörumerkinu Sósíalistaflokkur Íslands. Hve laskað það? Ég held ekki eitthvað kosningabandalag eitthvað, ég veit það ekki. Þú veist, það eru margir sem segja að það sé ekki stemning fyrir því út frá persónum pólitík og einhverju svona og ég held kannski Björn Leví þegar ég ræddi við hann á mándaginn hérna að hann myndi bara segja já, nú bara fínt ef sósíalistar, píratar og vinstri grænir myndi sameinast en þá vildi hann bara þvert á móti að enginn flokkanna myndi bjóða fram. Já. Þetta í allar áttir. Þetta í allar áttir. Heyrðu, það var frétt af mannlífi sem var svolítið áhugaverð. Já, verðið. Já, með verðið mitt. Nei, heyrðu, við byrjum á Ingu Sæland. Já, þetta fyrst hún nú hér. Svolítið áhugavert, ekki? Hún að stytta þarna tímabilið og gáður 30 mánuðum í 18 eitthvað svoleiðis sem að þú getur fengið atvinnuleysisbætur. En hún lítur ekki þannig á sem að hún sé eitthvað að skerða réttindin, hún ætli bara að taka svo vel á móti fólki. Hún ætla að styðja það svo mikið atvinnulausa að þeir þurfi ekki að vera atvinnulausa svona lengi. Það koma í veg fyrir atvinnulausa. Já, það gæti ekki hver sem haldið þessu fram, en spurningin hvort þeir bara trúum en ekki. Já, það verður einmitt, en svo hefur við verið að sjá svo litið að Inga Sæland kemur fram með eitthvað svona einhverju mál sem að eiga að hjálpa þessum sem verst standa en þá einhvern veginn svona hlaupa til handa og fóta samverkakonur hennar í ríkisstjórn. Já, svolítið tóg líka núna að öryrkjarnir muni hafa það ofgott með að við hina. Gamla fólkið svolítið að banka upp á. Og hvaðan peningurinn kemur. Hann kemur frá lífeyrissjóðum sem eru með flesta öryrkjana og ríkið hefur borgað inn í þá lífeyrissjóði vegna örorkunnar sem svo þung. Og nú á sem sagt að hætta því og nota það í yngumálið og þá eru bara eins og ekki Birta lífeyrissjóður og fleiri sem að eru með verkafólkið sem slítið og illa farið og þess vegna hefur verið svo miklar örorkugreiðslur út af þeim lífeyrissjóðum og allir vita út af hverju það og þá hefur ríkið komið þar inn og bakkað upp svo þeir öryrkjar myndi taka lífeyrisgreiðslurnar bara af öllum hinum og nú ef ég skildi rétt nú hætta að styðja þessa lífeyrissjóði til að fjármagna þetta nýju örorkubæturinnar Ingu Sæland. Bara svona rétt að lókum yfir í allt annað þá greiddu 1 krónu fyrir mannlíf þetta var auðvitað en það sem að mig langaði Var það staðgreitt, veistu það? Giorgio Armani dó og það
ekki kannski þjóðarsorg svona í hérna bókstaflega en hérna Ítalir eru slegnir, eigið þið eitthvað Armani? Já, ég hef átt ylvötn. Já, einmitt, það eru ylvötn. En við skulum bara segja, hérna segja þetta gott. Já, við verðum að fara aðeins í körfubolta. Við verðum að fara í körfuboltan. Jú, hvað með það? Þú kom með greiningu. Döpöldu leikjónum og stóðu sér vel samt sem áður í flestum. En svo í dag þegar ég fór að horfa á þetta, það var alveg bara strax í upphafi, sko. Þeir gáfu Ítalarnir frakkarnir komið bara inn í sendinga frá þeim og svona þetta var Blaran var sprungin. Dauðþreytt lið, sko. Alveg dauðþreytt lið. Og hann sagði hérna, sem mér finnst vera besti maðurinn, hérna Tryggvi Snær Hlinason. Og hann sagði, sko, heilinu var að öskra á mig, en líkaminn svaraði ekki, sko. Hann bara gat ekki framkvæmda sem hann var að hugsa. Ég tengi. Við þurfum meira útald í þetta. Það kemur fyrir alla. Við erum svo fámenn, sko. Við erum að hafa svo þéttari hóp eða svolítið sem að getur drift álæginu. Jæja. Þá erum við búin að segja þetta. Já, þá erum við búin að segja fréttir. Við þökkum ykkur kærlega fyrir að hafa fylgst með okkur og biðjum ykkur að bíða bara eftir nokkrum auglýsingum og þá kemur rauðaborðið. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.